Helmingur Íslendinga á vinnumarkaði greiðir í séreignarsjóði til að eiga fyrir salti í grautinn á efri árum. Meðal ávöxtunin hins vegar frá 0,5% upp í tæp 9% eftir því hvaða sjóður skoðaður. Það getur einfaldlega þýtt margfaldan mun á ráðstöfunartekjum þegar kemur að því að taka lífeyrinn út. Það hins vegar ekkert sérstaklega auðvelt að bera þá saman. Við rýnum í málið í þætti kvöldsins. En við byrjum á viðbótarlífeyrissparnaðinum, þjált orð yfir mjög mikilvægan hlut. Borgar þú í viðbótarlífeyrissparnað? Já. Búin að gera lengi? Já, ég held það. Það var frá því að ég hitti ykkur menn sem bauð mér upp á það. Ert þú með viðbótarlífeyrissparnað? Já. Búin að borga lengi? Já, síðan ég man eftir. Hvaða sjóð? Síðan þetta byrjaði. Hvaða sjóð valdir þið? Ég man það ekkert. Ég bara veit að þetta fer alltaf út á launaseðlana. Já, ég búin að gera það í yfir 10 ár. Í hvaða sjóð borgar þið? Það hjá Sparisjóðnum. Man ekki akkurat nafnið á honum. Tæp 20 ár eru frá því að ný lög lífeyrissjóði tóku gildi, þar sem átti finna ákvæði frjálsan viðbótarlífeyrissparnað. Stóra breytingin var þó árið 2000 þegar framlög í frjálsan viðbótarlífeyrissparnað urðu í fyrsta sinn hluti af kjarasamningum. Þar voru launagreiðendur skyldaðir til að borga mótframlag til þeirra sem kjósa að greiða í séreignarsjóð. Leyfilegt að borga 4% af launum skattfrjálst inn í slíkan sjóð og fá 2% mótframlag. Sjóðirnir eru duglegir að auglýsa launahækkunina sem fylgi því að greiða í séreignarsjóð. Þetta getur ráðið úrslitum það hver lífsgæðin verði þegar komið á eftirlaunaaldur. En eru allir sjóðirnir eins? Skiptir engu eða litlu hvaða sjóður valinn? Séreignarsjóðirnir að ávöxtun þar miklu meira mismunandi en ég hélt og ég uppgötaði það sem ég vissi ekki að það getur bara skipt heilmiklu máli fyrir þann lífeyri sem maður hefur þegar maður hættir að vinna hvar maður búinn að geyma. Ég hélt þetta væri þannig að þessi sjóðir væri með mjög svipaða ávöxtun. Hallgrímur hefur tekið saman allar þær upplýsingar sem liggja fyrir ávöxtun séreignarsjóða frá því aldamót eða frá því að þeir voru stofnaðir séu þeir yngri en svo. En liggja þessar upplýsingar ekki fyrir? Eru þær ekki aðgengilegar? Svarið kannski fyrst og fremst þetta að það eru takmarkaðar upplýsingar birtar þó að þær séu kannski birtar í rauninni tæknilega séð einhvers staðar þá yfirleitt erfitt að nálgast þær tölur. Já, það má örugglega gera betur og allavega að hafa til dæmis Landssamtökin verið að leggja miklu vinnu í það núna síðustu mánuði að byggja upp öfluga upplýsingaveitu lífeyrissjóðina. Þá ég bæði við séreignina og þessa almennu lífeyrissjóði. Það alveg klárt að það hefur skort á það að ná til almennings fræðslu. Það held ég við skulum bara ganga út frá því. Það eitthvað sem þurfum að bæta okkur í, en það verið að leggja mikla vinnu í það. Ef maður veltir þessu ekki fyrir sér og fer ekki að skoða þetta sjálfur, þá getur maður lent í því hlutskipti að lífeyrissparnaðurinn sem maður hefur búinn að vera í mjög lítilli raunávöxtun í langan tíma, jafnvel í áratugi, eða þá að hann búinn að vera í mjög hárri ávöxtun, 6, 7, 8, 9% í mjög langan tíma og þetta getur bara skilið á milli þess hvort að maður lepur dauðan úr skel sem gamalmenni eða hvort að maður á pening til þess að vera með lambalæri og gefa afmælisgjafir og fara kannski einu sinni erlendis á ári. Þetta getur skipt heilmiklu máli. Ef eingöngu litið til langtíma ávöxtunar og það skal endurtekið að það misjafnt hversu lengi þessi sjóðir hafa starfað, stofnár elstu leiðar eru innan sviga og þeir sem voru stofnaðir eftir hrun eru rauðmerktir, en þá þetta röðin. Efstur trónir Stapi lífeyrissjóður, svo Allians, Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda, lífeyrissjóður starfsmanna sveitarfélaga, Sameinaði lífeyrissjóðurinn, lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins, Kvika í 7. sæti, Frjálsi lífeyrissjóðurinn, lífeyrissjóður verslunarmanna, Festa, lífeyrissjóður Arion banka, Gildi, Íslenski lífeyrissjóðurinn, lífeyrissjóður Tannlæknafélagsins, VB framtíðarauður, Stafir, Almenni lífeyrissjóðurinn, lífeyrissjóður Vestmannaeyja og Lífsverk lífeyrissjóður hér í 19. sæti. Þetta eru allir þeir sjóðir sem taka við séreignarsparnaði til ávöxtunar. Bayern Líf ekki þarna því þegar gjaldeyrishöftin voru innleidd, hætti sjóðurinn að taka við nýjum sjóðfélögum. Sameinaði lífeyrissjóðurinn og Stafir lífeyrissjóður sameinuðust í lok síðasta árs og heitir sá sjóður nú Birta.
Ávöxtunareinkunnin er byggð á hlutfalli af bestu leið, áræðinu leiðinni hjá Stapa sem hefur gefið að meðaltali 8,85% af raunávöxtun frá 2002. Stapi tapaði engu hrunárið 2008 en það lék marga sjóði grátt og hefur mikil áhrif á útkomuna. Það tekur nefnilega langan tíma að vinna upp einn mikinn skell. Tökum sem dæmi sjóð sem tapaði 35% árið 2008 eins og dæmi eru Þótt hann sé með 3,5% jákvæða ávöxtun á ári eftir það, tekur samt 13 ár að komast á núllið aftur. Ert þú með séreignarsparnað? Nei. Hefurðu spáð í það? Já, ég er alltaf á leiðinni að skella mér í það en bara ekkert alltaf tími. Hefurðu fengið símtöl eða tilboð það? Nei, engin. Ég er bara heimavinnandi húsmæður í augnablikinu, þannig að ég er ekki borgarlegt núna. Ég minnir en síðast ég heyrði þetta væri eitthvað rúmlega helmingur af fólki á vinnumarkaði sem er að greiða í séreignarsparnað. Og það er eitthvað mismunandi svona eftir stéttum. Þeir sem hafa auðvitað lægri tekjur, þeir hafa auðvitað minna svigrúm. Ég held það, ég er ekki viss. Eitthvað tekið að launinu þínum? Það var það fyrir einhverju 1,5 ári síðan. Ég er samt ekki viss hvort að ég fylgdi eftir þegar maður fyrir nýja vinnu. Ég veit ekki hvort að maður er að gera það, eða hvað. Já. Búin að vera með lengi? 10 ár cirka, maður rétt, sko. Í hvaða sjóði? Allianz. Hvers vegna valdir það? Þetta var svona bara tekið í framhald af hrunnu sem ég fór í Allianz. Það var svona, ég veit ekki hvort það var meira viti heldur en öðru, sko. En það er náttúrulega traustara en það sem var í boði á þessum tíma. Sko. Ert þú með viðbótarlífeyrissparnað? Já, ég er með hann. Hvar þá? Ég er með lífeyrisbók Landsbankans. Af hverju valdirðu það? Ég bara eiginlega man það ekki. Ég minnir það ykkur í bankanum hafi talað við mig og ég hef bara stokkið á sín tíma. Hafa þarf í huga að leiðunum sem hægt er að velja úr hefur fjölgað undanfarin ár og eru orðnar yfir 70 hjá 18 sjóðum. Almennt hefur verið miðað við að yngra fólk ætti að velja áhættu meiri leiðir þar sem er fjárfest meira í hlutabréfum og ávöxtunin getur sveiflast verulega. Eldra fólk sem á styttra í starfslok eigi þá frekar að leggja sitt fé í öruggari leiðir. Þarna ber þeim ekki saman, Hallgrími og Þorbirni. Já, ég tel að þetta sé röng aðferðafræði vegna þess að þetta venjulega módel eins og margir sjóðir eru með er að bjóða aldurstengda leiðir eins og þú segir og þá er sagt gjarnan, já þegar þú ert ungur þá skaltu fjárfesta mikið í hlutabréfum því að þú hefur þá efni að tapa. Ég hef aldrei skilið þessa röksemd vegna þess að ég held að allir hafi sama markmið með lífeyri, það er að fá viðunandi ávöxtun og nokkuð góða en að hafa sveiflurnar ekki of miklar. Það eru miklar sveiflur á mörkuðum og ef ég er með áhættu sama stefnu, fjárfestingarstefnu, þá meiri líkur á sveiflum. Eftir sem að nálgast eftirlaunaaldurinn, þá þolir maður auðvitað sveiflurnar. Því að maður hefur raun og verið ekki tíma til að bíða eftir að hún komi tilbaka. Flestar þessar sveiflur koma tilbaka á einhverju tímabili. Eftir hrun var lögum breytt svo landsmenn gátu tekið út viðbótarlífeyrissparnaðinn. Síðan hafa fleiri leiðir verið leiddar í lög eins og nýtan til að safna fyrir útborgun í fyrstu íbúð eða til að greiða niður húsnæðislán. Við fjölluðum dálítið þetta núna þegar það eru opnað þennan nýja möguleika sem á að taka gildi núna í sumar og okkar niðurstaða var að vera jákvæð gagnvart því en við leggjum áherslu á að menn hafi alltaf í huga til hvers er lífeyrissjóðakerfi. Það eru fyrst og fremst til þess að safna fyrir eftirlaunum. Ég er persónulega alfarið á móti því og myndi ekki ráðleggja neinum það að taka séreignarsparnað eða viðbótarlífeyrissparnað og setja hann inn á höfuðstól vegna þess að ég held að það muni skipta mjög miklu máli þegar fólk er hætt að vinna, þegar það er í kringum 70 og þarf auka penning. Það er kannski að ungt fólk sem er að komast yfir að kaupa fasteign, að það taki einhver fyrstu árin á vinnumarkaði og nýti það í það. Það má kannski segja að það sé að byggja einhver leiti undir sína fjárhagslega afkomu síðar. Ég held hins vegar að það sé ekki æskilegt að þú geti gert þetta mjög lengi. Ég myndi taka þetta út að ég væri að fara að kaupa húsnæði. Hefurðu nýtt hann í eitthvað annað, þar að segja niðurgreiðslu á húsnæðislánum eða? Nei.
Þú ætlar að eiga þetta til 11 ára? Já, ég er 56 ára gammal, ég ætla ekki að vera í ykkur vitleysu. Já, við höfum verið að borga niður húsnæðislánin núna með þessu. Borga niður skuldir svona miðað við eins og þjóðfélagið í dag, þá borga sér ekki skulda kannski mikið. Þannig er betra að borga það niður. Ég hef nýtt hann í annað en ekki til að greiða húsnæðislán. Eftir kreppuna þá þurfti ég bara á því að halda til að komast af. Þá nefnilega skiptir það máli að þetta sem var alltaf sagt til þessa að borgaðu húsnæðið þitt og það er þinn lífeyrissjóður, það var kannski rétt í gamla daga. En nú er það þannig að íbúðir fyrir 55 ára og eldri kosta bara 55-60 milljónir og það er kannski bara svipað og verðið á gamla einbýlishúsinu sem búið er að vera að borga niður heilengi. Þannig ef að húsnæði manns á að vera lífeyrissjóðurinn þá þarf maður eiginlega að selja húsnæði hér sem maður er búin að streita fyrir og kaupa einhver litla húseign út á landi þar sem verðið er allt annað. Þá skapast munur. En það má líka velta fyrir sér kannski ef að ungt fólk stígur þetta skref varðandi fasteignakaupin að þá sé meiri líkur á það haldi bara áfram að spara eftir að því tímabil líkur. Þannig að svona, þetta getur verið jákvætt einhverju leyti. En það er kannski rétt að við huga leið og þú gerir það að sitja séreignarsparnaðinn í fasteignuna, þá er það aðfara hæft. Hefurðu einhvern tíma notað hann í eitthvað annað eins og íbúðarkaup eða borga inn á húsnæðislán? Nei. Þú ætlar að eiga þetta allt til 11 ára? Allt geimi, allt þangað til. Er það ekki bannað að ég nýti hann í það? Nei. Get ég hringt í það og beðið að fá hann í dag? Já, ef þú ert að kaupa íbúð. Já, íbúð. En þú getur notað hann þessi borga inn á lánið? Frábært. Ég kannski geri það bara. En segjum sem svo að einhver kanni ávöxtun síns sjóðs sé óánægður og ákveði bara skipti yfir í annan sjóð sem sýnt hefur betri langtíma ávöxtun. Er lagst gegn sjóðaflakki? Þú hefur möguleika á því að fara á milli sjóða með séreignina. Þú getur bara tekið út úr sjóðum sem þú ert með í dag og farið til einhvers annars. En það sem fólk verður að þetta er kostnaðarsamt og þú getur verið að taka mjög rangar ákvarðanir. Við skulum bara taka sem dæmi að verð hafur orðið eitthvað fall á eignum og ávöxtun viðkomandi sjóð stendur ekki vel í augnablikinu og þú ákveður að fara út á því augnabliki, þá getur bara verið að innleysa eitthvað tap sem kemur tilbaka á einhverju tíma ef það hefur verið áfram kjör. Þannig að þetta að fara á milli sjóða er mjög flókið mál eða svona vandasamt ef maður ætlar að gera það vel. Ég held það ekki æskilegt að vera að skipta mjög oft, heldur fylgjast vel með og ef að kannski 3 ár sína ávöxtun sem er ekki viðunandi, að þá er kannski ástæða fyrir viðkomandi að skoða málið. Fylgistu vel með ávöxtuninni? Nei, ég bara spáði ekkert í þetta. Fylgistu með ávöxtuninni í þínum sjóð? Nei, ég ger það nú ekki mikið. Fylgistu vel með ávöxtuninni? Nei, ég ger það nú ekki. Miðað við þau svör sem fengust hjá fólki á förnum vegi er ekki algengt að það sé lagst í mikla rannsóknarvinnu áður en ákvörðun er tekin í hvaða séreignarsjóð skuli greitt. Væri ekki ráð að hafa ávöxtunartölur og fleiri upplýsingar aðgengilegar á einum stað? Gætu Landssamtökin ef til vill tekið það að sér? Þetta er bara góð hugmynd sem held ég getur verið alveg ástæði til að skoða og sérstaklega af því að þetta val er til staðar. Förum nú yfir munin á lágri ávöxtun, miðlungs og hárri. Ef raunávöxtun er 1% er upphæðin 17,8 milljónir, ef hún er 2% er heildarupphæðin 22,2 milljónir. Ef sjóðurinn er miðlungsávöxtun 3% er upphæðin 28 milljónir og 4% gefa 35,6 milljónir. Háávöxtun 5% gefur 45,7 milljónir og 6% ávöxtun 59 milljónir. Mjög há ávöxtun sem er svo sem óraunhæft að reikna með að meðaltali í 40 ár en setjum það hérna inn til samanburðar. 7% ávöxtun skilar þessari konu tæpum 77 milljónum og að lokum 8% meðal raunávöxtun í 40 ár brýtur 100 milljóna króna múrin. Af þessu sést hversu miklu máli langtíma meðalávöxtun skiptir og mikilvægt fyrir hvern og einn að fylgjast með því hvernig gengur hjá þeim sjóði sem greitt er inn í. Það skiptir einmitt mjög miklu máli að byrja sem allra fyrst og sá sem byrjar snemma, 18 ára eða eitthvað svoleiðis, hann er með
viðkomandi með peningana ávaxtaða í svo langan tíma, þannig að þá verður mesta margföldunin. Sumir að byrja að setja í séreignarsparnað kannski kringum 40 og þá svo mikill þáttur af margfölduninni liðin. En alltaf best að byrja eins snemma og hægt og líta á þetta sem æviverkefni.